það sem við gerum þegar við erum að undirbúa hönnun fyrir límiða, að þá þurfum við að fara í gegnum nokkur skref. Ég prófaði að teikna hérna stjörnu, hring og setti saman texta sem ég ætla að setja svo hérna saman og sýna ykkur hvernig við gerum. Teiknaði hérna stjörnu og hérna kassa, skrifaði hérna texta sem stendur halló og það sem ég ætla að gera líka er að ég ætla að sameina þessa hluti og sýna ykkur hvernig er dregið frá og þess aftar. Við höldum til þess að sameina hluti, þá höldum við inni hérna shift-takkanum og veljum 2 hluti og getum svo farið í annarkvort gert Ctrl plus eða farið hérna í Path og Union. Þá erum við búin að sameina hlutina og ef okkur langar til þess að prófa að draga hluti frá hvor öðrum, að þá getum við valið hlut, haldið inn í shift og farið svo í Ctrl mínus eða difference. Og það er að segja, veljum hlutina 2 og förum svo í path og difference. Og þá sjáum við það að stjarnan er áföst núna hringnum sem er núna orðinn hálfhringur og svo erum við með texta hérna í horninu og við höldum inni til þess að minnka hann og höldum við inni kontrolltakkanum eða þá læsum við hlutvöllunum og drögum hérna í hornið á þér. Og það sem við ætlum að skoða núna, við ætlum að skera þennan limmiða svo út. Þegar við erum að fara að skera þá þurfum við að huga að því hvaða hlut við ætlum að skera og hvernig. Hérna sjáum við að það er grænar útlínur. Við ætlum að fjarlægja allar útlínur. Annarkvort fjarlægjum við allar útlínur og höfum bara fyllingu eða öfugt. Við höfum bara fyllingu og engar útlínur. Þannig að ég veljum hérna stroke paint og veljum hérna no paint. Í strókinu þá sjáum við að fyllingarna hverfa. Og ef við zoomum svo út þá smellum líka á stjörnuna og hálfhringinn, þá sjáum við að það er ennþá hérna grænar útlínur og við smellum líka hérna á no paint þar. Og þá er næsta skref, það sem við þurfum að gera er hreinlega að velja stjörnun okkar og minnka blaðsíðuna, velja alla hlutina og fara svo í Document Properties, velja millimetra af því okkur finnst gott að vinna í millimetrum og smelli hérna á Fit Page to Selection. Þá sjáum við það að víddin á blaðsíðunni er 94,06 og hæðin 94,11 mm. Og þá vistum við skjalið, Save Document, og næst sem við ætlum að gera er að vista skjalið sem PDF-skjal og þá veljum við hérna í inkskrifinu PDF, Portable Document Format og nefnum hérna skjalið, við skulum bara kalla þetta bara stjarna hello.pdf. Vistum skjalið reyndar inn á desktopinu hérna. Við getum valið hérna upplausnum, við skulum velja 600 punkta upplausn og haka við Convert Text to Path, Rasterize Filter Effects og Export Area is Page. Þetta þurfum við raunverulega bara að gera í fyrsta skipti þegar við erum fyrsta skipti sem við notum inkskrif. En eftir það gerist þetta nánast sjálfkrafa. Og svo smellum við hérna OK og þá er PDF-skjalið okkar klárt.